Landlæknir hefur til skoðunar skráningar læknis á 4 andlátum í fyrra. Andlátin eru í dánarmeinaskrá sögð vera af völdum COVID-19 bóluefnis. Fólkið sem lést bjó allt á sama hjúkrunarheimilinu og var í umsjá sama læknis. Heilu búslóðirnar voru festar á drekkhlaðna bíla fólks sem sneri aftur til síns heima í Líbanon í dag. Vopnahlé við Ísraelsher tók gildi í nótt en íbúar Gaza óttast harðari árásir sín megin. Íbúafundur mölunaverksmiðju þýska fyrirtækisins Heidelberg verður í Þorlákshöfn í kvöld en hart deilt málið. Íbúakosning sem nú stendur yfir mun ráða því hvort að verksmiðjan rís eða ekki. Faðir pilts sem lést í eldsvoða á Stuðlum segir að enginn hafi svarað í neyðarsíma barnaverndar nóttina sem hann dó. Ekki hafi verið gefið leyfi til að vista hann þar. Stjórnmálaflokkarnir keppast við að ná til unga fólksins á samfélagsmiðlum fyrir kosningar. Nemendur í verslunarskólanum eru hrifnir af uppátækjum á TikTok. Þetta getur alveg verið svolítið asnalegt sko. Já, þetta ekki að fá neinn atkvæði sko. Gott kvöld. Embætti landlæknis hefur til skoðunar skráningu læknis á 4 andlátum af völdum COVID-19 bóluefnis. Slík andlát voru í fyrsta sinn í dánarmeinaskrá í fyrra. Sami læknirinn skráði öll andlátin og fólkið sem lést var í umsjá hans á hjúkrunarheimili. Dánarmeinaskrá inniheldur upplýsingar dánarmein Íslendinga sem skráðir á dánarvottorðum, læknar sem meðhöndla hina látnu skrá dánarmein og gefa út dánarvottorð og embætti landlæknis tekur skráningarnar saman og gefur út skrána einu sinni á ári. Í tölum ársins 2023 eru í fyrsta sinn skráð andlát sem rekja má til COVID-19 bóluefnis. Samkvæmt skránni létust 4 vegna aukaverkana eftir bólusetningu við COVID-19 í fyrra, 3 karlar og 1 kona. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru andlátin öll skráð af sama lækninum. Fólki sem lést bjó á sama hjúkrunarheimilinu og var í umsjá læknisins. Heimildir fréttastofu herma að læknirinn hafi verið ötull talsmaður lífsins Ivermectin. Umræða það hefur verið áberandi innan hópa sem vantreysta bólusetningu gegn COVID-19 og telja lyfið svarið við sjúkdómnum. Bólusetningar falla undir ábyrgð sóttvarnalæknis en landlæknir safnar upplýsingum dánarmein, birtir og rannsakar ef þurfa þykir. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir og starfandi landlæknir vildi ekki veita fréttastofu viðtal. Í skriflegu svari segir að landlæknisembættið hafi þessi mál til skoðunar og hafi óskað eftir upplýsingum frá lækninum sem skráði andlátin. Það jafnframt vísað í aðra grein laga dánarvottorð, krufningar og fleira, en þar segir að læknir skrái lík og athugi hvernig andlát hafi borið að, dauða, skilmerki og líklega dánarorsök. Viðkomandi sé falið með lögum að skrá dánarorsök með réttum hætti. Andlát sem rekja megi til aukaverkana vegna bólusetningar séu afar sjaldgæf. Embættið tilur andlátin og skráningar þeirra kalla á frekari athugun af hálfu landlæknis og sú vinna þegar hafin. Óháðir sérfræðingar leggja mat á máli og þegar niðurstaða þeirra liggur fyrir verður hún gerð opinber. Þangað til ætlar embætti landlæknis ekki að tjá sig frekar. Stefnt er að undirrita kjarasamninga milli Læknafélags Íslands og ríkisins á allra næstu klukkustundum. Samninganefndir þeirra hafa setið að fundum frá því klukkan 9 í morgun en helgina aflýstu læknar fyrstu lotu verkfalla sem áttu að hefjast í vikunni. Og við fylgjumst grannt með gangi mála á ruv.is og í fréttum okkar klukkan 10 í kvöld. Vopnahlé Ísraelshers og Hezbollah í Líbanon tók gildi í nótt. Heilu búslóðirnar voru festar á drekkhlaðna bíla fólks sem sneri aftur til síns heima. Umferðin var eiginlega öll í aðra áttina til líbönsku borgarinnar Beka í morgun. Áttina aftur heim. أحلى شيء هو الرجعة على البيت الحمد لله إنه رجعنا منصورين ومرفوعين الراس مع بكل برغم كل الخسارة نحن رجعنا على كرامتنا على بيوتنا. Þrátt fyrir viðvaranir ísraelska og líbanskra hermanna að snúa ekki aftur á ákveðin svæði, biðu mörg ekki boðana og snéru aftur heim leið og nýjum samið vopnahlé tók gildi undir morgun. Heilu búslóðirnar voru oft með í för, en ljóst að sum hafa ekki að mörgu að hverfa. هي بيتي اتدمر واحبابي كثير فقدنا والحمد لله رب العالمين نحن بنرفع دم وبننتصر. Vopnahlé Ísraelsstjórnar og Hezbollah tók gildi klukkan 4 í nótt að staðartíma. Í 14 mánuði hefur Ísraelsher stundað reglulega loftárásir á nágrannaríki Líbanon.
2 mánuðir eru síðan landhernaði þeirra hófst með tilheyrandi viðspyrnu heimamanna í Líbanon. Átök sem hafa kostað fleiri en 3000 mannslíf. Líbanskir hermenn voru líka á faraldsfæti í dag, burt frá vígvellinu. Ísraelsher gerði árásir á 2 skóla þar sem fólk leitaði skjóls í Gazaborg í nótt. 11 fórust í árásunum, 4 af þeim voru börn. Og blendnar tilfinningar eru á meðal íbúa á Gaza eftir þetta samkomulag vopnahlé í Líbanon. Fólk samgleðst Líbönum að fá frið en óttast enn harðari árásir Ísraelshers. بما يتعلق بغزة حيكون الأمر لا قدر الله يكون أكثر سوءا يعني لأنه حيكون الضغط على غزة أكثر لأنه حيتعامل نتنياهو إنه غزة أصبحت لوحدها يعني بعيدا عن كل الساحات اللي كانت مناصراها وخصوصا جبهة لبنان اللي كانت مناصراها بقوة. كل مع وقف الحرب ووقف الهجمة والجرائم الإبادة اللي بتصير زي ما بنتمنى الخير في لبنان بنتمنى إنه يصير وقف إطلاق نار ووقف لجرائم الإبادة اللي بتصير في غزة ضد الأطفال والنساء والشيوخ. هم يعملوا وقف إطلاق نار في مكان ويخلوا المكان الثاني يعني يرحموا الأطفال يرحموا الشيوخ يرحموا النساء. إحنا قاعدين في خيام وفصل الشتاء وكل الناس بتغرق. Það eru fleiri en Shalabi sem sjá fram á að verja vetrinum í tjaldi því að 90% íbúa Gaza hafa neyðst til að flýja heimili sín undan árásum Ísraelshers. Í vonsku veðri í vikunni flæddi inn í tjaldbúðir á ströndinni utan við borgina Khan Yunis. متنا إننا بيجي قديش إحنا على البحر 8 أشهر دبنا عينا ومتنا من البرد في شواعي ولا فراش ولا أي شيء ولا كابونات ولا أي شيء ما حد مدور علينا ما حدش مدور علينا بالمرة. Íbúafundur fyrirhugaða mölunaverksmiðju þýska fyrirtækisins Heidelberg og hafnargerð í tengslum við hana hefst klukkan 8 í Þorlákshöfn. Afar skiptar skoðanir eru verksmiðjuna. Fundurinn á vegum Heidelberg en í síðustu viku var fjölmennur íbúafundur málið á vegum bæjarins. Andstæðingar verksmiðjunar telja að starfsemin sé mengandi og að henni fylgi mikil umferð stórra flutningabíla. En stuðningsmenn telja hana kærkomna viðbót í vaxandi atvinnustarfsemi í bænum. Íbúakosningum breytingar á skipulagi svo verksmiðja megi rísa hófst í fyrradag. Og Haukur Hólm fréttamaður í Þorlákshöfn. Haukur, búist við hitafundi? Já, allir það sé ekki frekar líklegt. Það búið að funda mikið um þetta mál og sýnis hverjum og jú, það hiti í mörgum og eins og nefndir það íbúakosningin stendur núna yfir og henni líkur 9. desember. En hjá mér talsmaður Heidelberg. Hvers vegna þessi fundur? Það var fjölmennu fundur í síðustu viku, hvers vegna fundur núna? Já, við höfum bara lagt áherslu á það alla tíð að reyna að upplýsa íbúa eins vel og við getum verkefnið og framgang þess frá hverju skrefi til þess næsta. Fundurinn í síðustu viku sneri að þeim spurningum sem First Water hafði lagt fram gagnvart sveitarfélaginu og sveitarfélagið stóð fyrir þeim fundi. Við erum þá að koma hér með loka kynningu til íbúa á verkefninu eins og það stendur núna, fara það í fljótu bragði svona yfir helstu kosti þess og galla og þetta svara fyrst og fremst bara spurningum sem fólk kann og mun eðlilega hafa fram að færa. Það er óvægt að segja að þetta mál sé umdeilt, myndirðu ekki taka undir það? Jú, og það kannski hefur komið okkur óvart hvað hefur verið mikil heift í umræðinni svona undanfarnar getum við sagt vikur sem við okkur þótt miður. Við höfum lagt okkur fram það að bara kynna verkefnið málefnalega, draga ekkert undan varðandi galla þess en það hefur líka ótvíræða og marga kosti. Það er alveg ljóst að það mun skila miklum efnahagslegum ávinningi fyrir sveitarfélagið og okkur finnst þetta mjög spennandi og skemmtilegt verkefni. Þetta hefur gríðarlega jákvæð og góð umhverfisáhrif hvað varðar þá samdrátt í kolefnisspori en auðvitað er það á endanum íbúana að ákveða og það við leggjum einfaldlega málið í þeirra dóm. Á niðurstaði þeirri kosningu 9. desember, bara örstuð til lokin, ef þessu hafnað, hvað gerir þið þá? Já, þá getum við sagt aftur á byrjunarreit varðandi staðsetningu verksmiðjunnar og þurfum þá bara að setjast yfir og skoða næstu skref en verkefnið samt sem áður spennandi jafnvel þó að sú yrði niðurstaðan og þá myndum við vantilega bara leita fanga annar staðar. Segir Þorsteinn Víglundsson, en við heyrðum í nokkurum íbúum núna hérna rétt áðan, við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Ætlar þú að mæta á fundin? Ég veit það ekki. Varst á fundinum í síðustu viku? Nei, ég var að vinna. Ertu búin að mynda skoðun á þessu máli? Já, ég veit það samt ekki.
Ekki viss. Ekki alveg búin að ákveða? Nei. Ég segi nei. Nei við þetta bara. Ætlar þú að mæta á íbúafundin í kvöld? Já. Og varst á fundinum í síðustu viku? Nei. Ertu búin að mynda skoðun á þessu máli? Já. Hvað finnst þér? Ég ætla ekki að segja hérna sko. En þú ert búin að ákveða? Mína skoðun, já. Ætlar að mæta á íbúafundin í kvöld? Það er planið. Varst á fundinum í síðustu viku? Já. Ertu búin að ákveða þig? Nei. Ég er ekki búin að því. Er þetta erfið ákvörðun heldur? Veit það ekki. En eru búin að ákveða hvað ykkur finnst þessa verksmiðju sem að þið verið að tala Ekki alveg sko. En svona farin að lesa þetta betur núna. Sko, mér líst ekki rosalega vel á þetta persónulega. Þannig að, en ég er ennþá einhver að skoða þetta og ákveða mig almennilega með þetta. En það er alltaf að fara kosninga morgun, þannig að spennt fyrir því. Já, eins og framkom, fundurinn hefst klukkan 8 og við verðum á fundinum og flytjum ykkur fréttir af honum í fréttum okkar klukkan 10. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm. Og þá allt öðru. Faðir pilts sem fórst í eldsvoða á Stuðlum segir að kerfið hafi brugðist syni hans. Ef lögreglan hefði hringt í foreldrana þá nóttina, hefði mátt koma í veg fyrir hvernig fór. Geir Örn Jakobsen lést í eldsvoða á neyðarvistunardeild Stuðla í síðasta mánuði. Hann misti móður sína mjög ungur og ólst eftir það upp hjá föður sínum og fósturmóður. Hann náttúrulega upplifði mjög mikið tengslarof og áfall, bara mjög ungur. Og móður hans var að díla við fíknisjúkdóm. Frá 4 ára þangað til þannig að verða 18 ára, þá er hann svona búinn að vera svolítið í þessu kerfi. Það er bara ekki hjálp, þú veist, og það er ekkert úrræði sem að grípa þessi börn. Það vantar bara mennta fólk til að hjálpa krökkum sem eru með einhver svona, þú veist, áföll eða tengslaraskanir. Lögreglan hefur tildrög brunans til rannsóknar. Jón vill að einnig verði rannsakað hvernig það kom til að Geir var á Stuðlum þessa nótt. Neyðarsími barnaverndar svaraði ekki. Það er fyrsta klikki. Lögreglan fer með hann, starfsmenn Stuðla taka við honum sem á ekki vera hægt af því að það þarf að fara í gegnum barnavernd og hvorki lögreglan né barnaverndarstofa eða Stuðlar eða þú veist sem er náttúrulega bara barn- og fjölskyldustofa hringja í mig. Ég heyri ekkert fyrir 8 morgunin sko. Ef lögreglan hefði hringt í mig, þú veist að því að bakvaktin svaraði ekki, þá hefði ég bara sagt, hei, komið með hann, en þeir hringdu ekki. Jón segist ekki vita hvað gerðist eftir að Geir kom á Stuðla, en það hafi áður kviknað í þar. Hann hefði kveikt í einhverju sængan einhvern tímann, hann sagðist að hafa tekið kveikjaran í starfsmannaaðstöðu eitthvað, ég veist, guðum að vita hvað hann fekk hann að kveikjara. Dagarnir og vikurnar áður en Geir lést hafi verið erfiðir. Strákurinn er í neyslu bara. Við fórum í jarðaför, bróðir blóðmömmans andaðist úr þessum sjúkdóm líka. Hún tapaði fyrir þessum sjúkdóm þegar hann var 30 ára. Geir Örn var bara 17 ára þegar hann lést. Hann var jarðsunginn daginn sem hefði verið 18 ára afmælisdagurinn hans. Ég sakna vina mér. Það er líka óbúslega erfitt að, þú veist, svona hæfileikaríkur drengur skildi enda, þú veist, að líf hans skildi vera svona stutt, þú veist, og við áttum drauma, þú veist, ég var fullt af mótjólum, ég var fullt af hestum og hann hlakkaði til að geta farið með honum í, þú veist, það. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, ræddi við Donald Trump, verðandi forseta Bandaríkjanna í gær. Greint er frá símtalinu á vef stjórnarráðsins. Ræddu þeir Bjarni og Trump meðal annars öryggis- og varnarsamstarf ríkjanna og viðskipti. Þá mun forsætisráðherra hafa lagt áherslu á áframhaldandi stuðning við Úkraínu og leiðir til að tryggja langvarandi frið. Trump sagður hafa verið áhugasamur land og þjóð. Donald Trump tekur við embætti forseta Bandaríkjanna af Joe Biden 20. janúar. Mikill handagangur var í öskjunni í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag þar sem utankjörfundaratkvæði voru flokkuð. 9.000 manns hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar. Vökulaugu umboðsmanna allra framboða fylgdust með starfi kjörstjórnar af svörunum í borgarstjórnarsal í morgun þar sem atkvæðin voru flokkuð en ekki talin. Við bjóða ykkur umboðsmönnum að skoða innsiglin hvort að þau séu ekki heil og órófin
áður en að ég rífi þau svo eftir í ykkar biðuvist. Svo fer þetta í sína hverja kjördeild fyrir sig, þannig að þetta er hellingsvinna sem þarf að gera og við erum bara að vinna okkur í haginn. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst þann 7. nóvember og stendur fram á kjördag. Bara með reynt fólk í hverju rúmi og hér er bara fólk sem hefur mikla reynslu af því að halda utanum þetta og reka og að halda kosningar í Reykjavík er svona 600-700 manna verkefni. Þetta er bara eitthvað stærsta verkefnisstjórnun sem er til og þau er bara frábært teymi. Flestir séu í hlutastarfi nokkura vikna skeið. Fullt af fólki sem hefur gaman af þessu verkefni. Þetta er náttúrulega bara ákveðin lýðræðisveisla og það er bara mörgum sem finnst gaman að vinna í þessu þannig að þeir vilja vera áfram í þessu og jú, margir námsmenn í öðru starfi og þess aftar. Segðu mér eins frá þessum boxum sem liggja hérna út um allt. Já, hér er skipulagt allt niður í minnstu smáatriði. Það er niður í blýanta og Prins Póló og kjörgögn. Og við ætlum að halda okkur við komandi kosningar. Sýnileiki stjórnmálaflokka á samfélagsmiðlum gæti hvatt ungt fólk til að nýta kosningaréttin, segir nemandi í Verslunarskólanum. Kjánalegt, skemmtilegt, asnalegt og ferskur blær voru orðin sem verslingar notuðu flokkana á TikTok. Ívar, það er ekkert sem kemur óvart sem við erum að gera. Þú má koma óvart, þú ert með nýjar aðstæður. Erum við þreyttir? Ég ætla að sleppa sveppanum, ég ætla frekar að taka... Boring! Nei. Það er að taka... Mér finnst þessi pizza þegar lúka viðbjóðslega að vera veikina. Ok. Kosningabaráttan hefur að þessu sinni farið mikil til fram á samfélagsmiðlum. Stjórnmálaflokkarnir keppast við að ná til unga fólksins og þá aðalega á TikTok. Hálf kjánalegt, ekki það? Jú, ég er alveg sammála þessu. Þetta getur alveg verið svolítið asnalegt, sko. Já, þetta er ekki að fá neinn atkvæði, sko. Mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt, svona smá ferskur blær og líka, fyrir okkur sem eru núna með kosningarétt aðeins að kynnast þeim á skemmtilegan hátt, sko. Það er ekki alltaf að vera drepleiðilegt. Algjörlega, þetta er mjög mikið af fólki sem þeir þurfa að ná til og mjög skemmtilegt að ná svona til yngri kynslóðar bara á þessum hætti, sko. Það er 90–100% áhorfendur sem eru á TikTok eru ung fólk. Að þau ættu að tala á meira mannamáli það sem þau vilja tala og þeirra stefnumál og útskýra á tungumál sem við skiljum. Haldið þið sé að ná sér í atkvæði út á þetta? Já, alveg sumir sem að vita ekkert stjórnmál, þá er þetta alveg að koma sterkt inn að vera skemmtilegir og þú veist, já. Algjörlega, já, ég held að sé alveg vissu leyti að stöðla til og gæti hvatt til kosninga allavega, þannig að fólk sé allavega að kynna sér málefni og svo framvegis. Hafið séð eitthvað sem ykkur finnst bara að vera algjörlega galið? Nei, ég sá einhverja tengingu á Sigmund Davíð með hakkið og eitthvað, en þetta er rauninni bara það sem maður þarf að gera til að fá athygli á svona samfélagsmiðlum, sko. Gera eitthvað svona rugl og þetta er alveg hefnast þjóðarmeldi, sko. Miðflokkurinn kom dálítið sterkt TikTok, þannig að þegar klausturkallarnir voru mættir aftur, sástu það? Já, ég sá það. Það var hálf galið, en vakti athygli á þeim, skilurðu. Lýsing á leiðum ástvina er fastur liður margra í jólaundirbúningnum. Á 3.000 jólakrossum hefur verið komið fyrir í kirkjugörðum Akureyrar og bíða þess að lýsa upp aðventuna. Skátafélagið Klakkur á Akureyri hefur haft í nægu að snúast í kirkjugörðum bæjarins við að koma fyrir ljósakrossum á leiðum. Verkið hófst í hálfgerðri sumarblíðu sem svo tók fljótlega á sig aðra mynd. En svo sést hérna, þá er nú búið að snjóa mikið síðustu daga, þannig að vinnan er búin að vera svolítið erfiðari núna undanfarið heldur en var fyrst í haust. En er komin mikill snjór, verður svolítið meiri vinna eða springur pera. Tugir sjálfboðaliða hafa verið að störfum í garðinum undanfarnar helgar við að yfirfara perur, snúrur og annað tilherrandi svo hægt verða að lýsa upp á 3.000 krossa þegar aðventan gengur í garð. Og það er sem sagt hefðin að kveikja fyrsta sunnudegi aðventu sem er næstu helgi. Þannig að næstkomandi laugardag þá förum við hér og kveikjum á öllu og þá á allt að lýsast upp og verða klárt fyrir jólin. Þó verkið sé langt komið og allt að verða klárt fyrir stóra daginn, segir Björgvin að enn sé til nóg af krossum og lítið mál sé að bæta nýjum við. Bókanir berist oft alveg fram að jólum. Margir hafi þó bókað tímanlega þar sem að hefðin hafi fest sig vel í sessi. Þetta er 50 ára gömul hefð hér í þessum kirkjugarði. Það er margir sem eru búin að vera með kross í áratugi hjá ömmum og öfum.
Í Kastljósi kvöldsins verður haldið áfram að fjalla helstu málaflokka fyrir kosningar og nú röðin komin að menntamálunum. Og þá kynnumst við persónulegu hliðinni á Jóhannesi Loftssyni, formanni Ábyrgrar framtíðar. Og þá að veðri, það gengur í hvassa norðanátt með snjókomu á norðanverðu landinu í kvöld og í nótt, fyrst á Vestfjörðum. Það léttir smám saman til syðra. Lægir mikið á morgun, styttir upp fyrir norðan síðdegis og frost allt land. Víða léttskýjað annað kvöld og herðir frost. Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir horfu næstu dagar að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Evrópumót kvenna í handbolta hefst á morgun. Íslenska liðið hefur leik gegn Hollandi á föstudag og það mætt til æfinga í Innsbruck þar sem liðið spilar leiki sína í riðlakeppninni. Haukum var dæmdur ósigur í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í handbolta gegn IBVF. Eyjamenn kærðu leikinn þar sem Haukar breyttu leikskýrslunni þegar minni en klukkutími var til leiks. Og fótboltakonan Dagný Brynjarsdóttir vonsvikin með að hafa ekki verið valin í landslið á ný eftir að hún eignaði sitt annað barn í febrúar. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Landlæknir hefur til skoðunar skráningar læknis á 4 andlátum í fyrra. Andlátin eru í dánameinaskrá sögðu vera af völdum COVID-19 bóluefnis. Fólkið sem lést bjó allt á sama hjúkrunarheimilinu og var í umsjá sama læknis. Heilu búslóðurnar voru festar á drekk hlaðna bíla fólks sem sneri aftur til síns heima í Líbanon í dag. Vopnahlé við Ísraelsher tók gildi í nótt en íbúar Gaza óttast harðari árásir sín megin. Íbúafundur mölunarverksmiðju þýska fyrirtækisins Heidelberg verður í Þorlákshöfn í kvöld en hart deilt málið. Íbúakosning stendur yfir sem mun skera úr hvort verksmiðjan rís eða ekki. Faðir pilts sem lést í eldsvoða á Stuðlum segir að enginn hafi föstum vöxtum til 25 ára. Það eykur fyrirsjáanleikann fyrir heimilin og lækkar greiðslubyrðina verulega. Og þetta hægt án þess að gangi ESB. Því það alls ekki málið fyrir Ísland. Við getum þetta sjálf. Lægri vextir, meiri framsókn. XB. Komdu á svarta viku í Bauhaus og fáðu 25% afslátt af allri málningu og veðarvörn frá Satolin og Pinotex. 20% afslátt af öllum rafmagnsverkfærum frá Ryobi og 20% afslátt af öllum blöndunartækjum frá Grohe og Hans Grohe. Þú finnur þessi tilboð og fleiri í blaðinu okkar. Bauhaus. Eitt víst. Við látum verkið vinna. Fæði, klæði, húsnæði, heilbrigðisþjónusta, menntun. Fyrir fólkið fyrst. Svo allt hitt.